Já, ég sem sagt lyf- og öldrunarlæknir og ég vinn á Landspítala og ég ætla að segja aðeins svona þyngdartap hjá öldruðum, en það sem ég að segja aldraða það svo sem gildir alveg fyrir yngra fólk líka. Og ég vil bara byrja strax að segja frá þeim punktum sem ég vil að þið taki með ykkur heim. Vannæring og þyngdartap alvarleg mál sem tengist slæmum útkomum sjúklinga og þetta við erum búin að heyra einska Bjargmundur og ég kannski ætla að undirstrika það enn frekar. Og við leysum ekki vannæring og þyngdartap með 2 næringadrykkjum að dag. Það bara þannig. Málið miklu flóknara eins og Bjarni líka koma eins á. Og lykilatriði að finna og meðhöndla það undirliggjandi orsakir sem hjá öldruðum oft fleiri en einn samhliða næringarmeðferð. Og hjá öldruðum það þeim krúmustu öldruðum sem við öldrunarlæknir ofta vinna með. Það oftast bara fyrir fjárhagslega útvinnslu af þyngdartapi og þá þurfa heildrænandi öldrunarmat. Maður kemst ekki. Þetta allt svo blandað, næringin svo erfið og svona margþætt líka vandamál. Ég ætla að sýna eins ykkur þetta eftir. Að stundum kemst maður ekki neitt lengra en að meta þetta frá mismunandi sjónarhornum. Og þetta ætla ég að reyna að sýna ykkur þetta. Ég ætla að segja 2 orð þetta því ég ætla að sýna ykkur smágóð frá deltinni minni sem ég að vinna á. Ég vil að þið skilja hvað delta þetta. Þetta öldrunarendurhæfingardeild sem alveg strax frá upphafi sem var stofnað 2016 var með skilgreindu verklagi varðandi framkvæmd heildræns öldrunarmats og meðferðar. Verkferlar, verkaskipting og datasöfnun, analýsa og úrbætur. Þannig sem þetta var sem sagt þannig skipulagt að þetta ætti að vera hámark 30 daga endurhæfing. Þannig að þessu deild koma einstaklingar sem sögðust vilja endurhæfast og fara heim. Þannig að þetta svolítið mótivera fólk og svolítið innan 30 daga. En svo gengur að gerast að það sé ekki alveg alltaf hægt. Þannig segjum við þetta sem var svona hressar í krum fólk. En þetta samt einstaklingar sem gátu ekki farið beint heim eftir sjúkrahúslegu, eftir veikingu. Og við vorum að safna, sem sagt, komið með ræðfórsækjur hér kom 562 sjúklinga af þessum 3 árum. Og það var, sem sagt, þetta bara sjúklingar eingöngu fyrst og koma að tala með, skiptir engu máli hvað þetta ég ætla að sýna ykkur bara góðminn þetta skýrir sig sjálf. Svo á minni delta meðalaldur karla 83 ára og kvenna 85 ára og meðalega tími var 25,6 dagar. Og þetta sjúklingar sem koma. Það flestir ekki sjálfbjarga, flestir sem með óeðlilega vitræna getu. Það var að hverjum 6 sjúklingum með óráð þegar þú koma, vísbendingur þunglyndi, 40% af þeim sem koma að deltina. Bílduhætta var til staðar annaðhvort meðalagi eða mikil bílduhættu í 60% tilfella, nánast helmingar með verki og sem sagt mælitæki reiknar út hættu og ástöðu heilsufari og samkvæmt mælitækjum og þá þetta nánast 90%. Þannig þetta frekar veikt fólk sem að koma til okkar. Og hér sem sagt það sem innbyggt tækið, marstækinu hætta vannæringu sem aðeins öðruvísi mælitæki en var sýnt áðan. Hér bara tekið tillit til BMI. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig BMI sjúklinga á minni deild eru. Það raflagt að fleiri sem sagt einstaklingar, aldrei einstaklingar eins og Björgvin sagði kjörþyngd frá 23–30. Við sjáum það 21% eitt af hverjum 5 undir kjörþyngd sem að koma á þessu deild. Og svona miðað við BMI undir 25 það nánast helmingur. Og hér svona sem sagt einhver gæðagögn sem ég gat sem sagt reiknað rétt
svona í gærkvöldi áður en ég kom. Það voru 17% einstaklingar sem koma á mín deild voru með þyngdartap. 17%. Og ég leitaði aðeins hverju þessi þyngdartap tengist. Og það kom í ljós að hjá þeim sem eru með, til dæmis með þyngdartap, það var hærri stiga þunglyndisskala. BMI var sjálfsagt lægri hjá þeim sem voru með þyngdartap, en aldur, ef við hugsum það sem sagt, tölfræðilega marktækt yngri einstaklingar sem koma með þyngdartap en án þyngdartaps. Og ég hugsa bara, nei, það getur ekki verið, en svo hugsa ég bara, við getum hugsað þetta þannig að ef einstaklingur með þyngdartap, hann er það 2 árum á undan samaldruðum að koma inn í öldrunarþjónustu. Það svolítið sterkt ályktað, kannski ekki alveg hægt út frá þessum lognum, en þetta svona samt vísbendingar. Og sjáum það, þeir sem eru með þyngdartap, það eru miklu færri sem útskrifast heim innan 30 daga en það sem eru ekki með þyngdartap. Svo hægt að líka tengst að milli lífeyri þurfa á þyngdartaps. Þeir sem eru með 9 líf og fleiri hafa sem sagt oddsratio upp á 3 til þess að tengst þar á milli og sama með þyngdartapi koma og það eru oddsratio upp á 2,6 að vera með hjarta- eða lungnavandamál. Og þetta ég búinn að segja það að þessi einstaklingur með þyngdartapi með 40% líkur, minna líkur að útskrifast innan 30 daga ef þyngdartap var ekki til staðar. Hvað svona, stundum ég að velta fyrir mig, hvað við sjáum á þyngdartap, stundum 1 kíló á ári, stundum minna og ég, stundum erfitt að átta sig á því hvað það sem svona í rauninni marktækt. En þetta það sem vísindin segja 2% af mánuði, 5% af 3 mánuðum eða 10% af 6 mánuðum. En rannsóknir samt sem áður sýna að ef viðkomandi bara með 5% þyngdartap af 3 árum, það samt þetta tengist hærri mortalitet og morbiditet. Og nýlega það var fyrirlestur frá henni Hrafnhildi Eymundsdóttur vitræn getu og næringarstatus sem var það líka þeir sem eru með þyngdartap voru með verra vitræna getu í lokin. Og Berlín kom á það að þetta aldrei meira hægt að tapa þyngdartap. En þetta eina sem við eigum að rauninni á Landspítala næringu almennt þessi gæðaskjal sem akkurat þessi sami matstæki sem við sáum áðan, það þessi spurningar sem þarf að spyrja, það ósjálfrátt þyngdartap, sjúklingur eldri, við erum búin að sjá þetta, þannig ég ætla ekki að endurtaka. Og hvaða svona meðferð við erum að bjóða. Það var sem sagt að fara að skrifa beiðni næringarráðgjöf, sendi gegnum sjúkraskrá. Hjá þeim sem eru til dæmis jafnvel með þyngdartap eða önnur atriði sem líkar svona bóksið. Og þetta það sama flæðiriti sem Berglund sýndir. Eftir því hvernig vannæringin stígast þá mismunandi leiðir af næringarmeðferð. Ég ætla ekki að fara í það, ég veit ekki mikið. En hvað finnst ykkur vantar hérna? Mér sem læknir finnst vantar í þetta skema. Sjáu þið? Það komin læknir þarna. Hann svona sætur að tilbúin með alla sína græjur að aðstaða að rannsaka af hverju funkar með þyngdartap. En það bara ekki gert ráð fyrir honum í þessu flæði. Þannig hann svona pínu ekki alveg kaldur með þessu. Þannig að ef við skoðum svona næring, hvað þarf í rauninni til þess til þess að nærast? Það þarf vitræn getu og ákveðin svona eðlileg geðsla til dæmis. Það þarf að hafa muna
að versla, muna að borða, hafa sem sagt framkvæmdagetuna í lagi til þess að fylgja útskriftum, framtak til þess að elda. Það ekki allir með það. Það þurfa að vera svona líkamlega þættir. Kyngingin verður að vera í lagi og líka líkamlega geta aftur til þess að standa við eldavél og versla og kaupa. Sem sagt, hvað með halda hnífapörum? Sumir geta ekki skorið matinn. Þannig að það er svona vandar. Stundum þetta bara það. Og líka einstaklingar sem að hreyfa sig minna, sem sagt vöðvamassi rýrnar á minna matarlystu, það myndast þannig viðtekning. Félagslega þættir skipta máli líka. En svo vel sagði að koma, að elda bara fyrir sjálfa sig. Og hvað til dæmis maki sem hefur aldrei eldað og allt einu og ekki, og bara veit ekkert hvað að gera í þessu. Og svo stundum að heyra svona ekki oft en sem sagt fjárhagsáhyggjur hjá fólk. Og svo klínisk líka viðfangsefni. Lyfjameðferð, þannig að sáum með þessu tilfelli skiptir máli, tannstatus og bráðir og langvinnsjúkdómar. Og þegar við erum að taka aldraðan einstakling og búin að kortleggja hjá honum félagslega þætti, klínisk viðfangsefni, líkamlega getu og vitræna getu, hvað erum við búin að gera? Það erum við búin að gera heldra en 12 mat og getum núna gert meðferð áætlun sem kannski í þessu tilfelli má beinast næringu, í öðrum tilfellum kannski öðrum hlutum. En svona, þegar ég fór að kíkja á svona þyngdartap og almennt hjá öldruðum, það rosalega lítið í rauninni staðlaðar rannsóknir. Það rosalega lítið að þannig ég segi þetta svolítið frá mínu sjónarhorni, hvað mér finnst, hvað við gerum. Í sambandi við sögutóku, það er mikið krúsalt að vita þetta, hvað þetta þyngdartap í kílum per tímabil. Svo við getum reiknað hversu hættulegt þetta er. Og svo sjáum við nokkuð munstur til staðar fyrir innlögn og batnandi í legu. Þyngdartap fyrir innlögn og svo hækkar þyngdartap í legu. Það hugsa ég að þetta annarkvort félagslegt eða einhvers konar vitræna þættir. Aðgangur að mat ekki til staðar. Og svona eingöngu innlögn, jú, það gerist, fólk veikist og getur ekki borða, en ég venjulega þar grípa næringargjafa mjög fljótlega inn og setja mjög gott meðferð, þannig að fólk venjulega svo þegar veikindi yfirstæði að þyngjast, ekki alltaf. En þessi hópur fólk svolítið veldur mjög ágengt, þegar þyngdartap til staðar fyrir innlögn og svo fólk líka grennast í legunum. Þannig hér við viljum rannsaka og finna út af því að hverju það er. Við erum alltaf sjálfsögðu að spyrja matarlyst og einkenni frá meltingarfærum og samtal við aðstandenda. Hvernig verslunarvinir, afgangur af matintaka og önnur einkenni sem hafa áhrif að þetta vitræna og geðræna, þannig eins og við erum búin að nefna í teikningunni. En hvaða sjúkdómar sem standa bak við þyngdartap, sem sagt krabbamein og þunglyndi tveir svona þyngsta sjúkdómsgreiningar og algengasta sem að útskýra þyngdartap. Og þetta ástæða fyrir því af hverju það má ekki, sem sagt, veita næringarmeðferð eingöngu hjá þeim sem eru með þyngdartap, heldur það þarf að finna af hverju þyngdartap á sér stað. Út af því að krabbamein, ekki alltaf kannski læknanlegt, en það hefur alveg stóra áhrif á prógnósu, þunglyndi læknanlegur sjúkdómur. Þetta á við aldra. Og svo aðrir sjúkdómar, skjaldkirtlasjúkdómar, mígrén, sykursýki, endastígssjúkdómar, veltingasjúkdómar, eins og brísbilun, sem sagt íslensku sjúkdómar í gortnum og svo fleira, berklar, fjölvöðvagigt og stórfruma, æðabólga, Parkinsons sjúkdómar, áfengisvímuefni notkun.
það versta einstaklingi sem ég hef séð sem hafa versta farið hvað varðandi næringu, það oft einstaklingi sem að misnota áfengi. Og líka sjúkdómar sem valda erfiðleika með að matast, eins og afleiðingar heilablóðfalls, slíki, handskjálfti, heilabilun og fleira. Og svo lyfjameðferð og þyngdartap. Það í litteratúr talað digoxin, opioidar, þunglyndislyf, SSRI og þvagræsilyf og Dopimax sem aðal það lyfjaflokka sem eru mest tengdir þyngdartapi. En við sjáum líka bólgueyðandi lyf, Parkinsons lyf, þau vilja eyðileggja matalistina, blóðfitulækkandi lyf og sýklalyf til dæmis, ef einhvert þarf að vera 2 vikur að sýklalyfjum, það strax þarf að hugsa næringuna líka og það drepur matalistina svolítið. En þegar við erum að endurskoða lyfjameðferð, það sjáum við alltaf, og þetta ekki á bara við næringu, út af því þyngdartap svo alvarleg ástand sem kemur til þess að gefa þér skaða núna og erfitt að komast út úr því. Þannig ég horfi alltaf að lyfjalista með það í huga. Ég segi bara, blóðfitulækkandi lyf, getur valdið þyngdartapi eða allavega tekur þátt í því? Já. Hvað gagn gerir það 93 ára gamalli konu sem aldrei nokkuð tíma verið með kransæðasjúkdóm? Engin. Þannig að það fer bara í burtu og ég svolítið, þetta svona vega að meta, hvert einasta meðal, hefur það ávinning? Nei. Eða, ég veit ekki, það ekki burtu. En svo kemur í ljós kannski hringir mig einhverju. Þú tókst það. Það kemur alveg fyrir allt í lagi. Svona þetta eru þessi svona almennar ráðleggingar lyfjanefndar Landspítala yfirferð lyfjalista. Sem sagt, ábending ekki til staðar, áhætta meira en gagn. Það því að stundum til ábending líka, fyrir þessum lyfjum, en áhætta bara meiri, þannig að þau bara þurftu með það. Og notkun lyfja í lengri tíma eða skondun nauðsynlegt við sjáum mjög mikið af því tvöföldun. Einhver gjarnan kemur inn með sjúkrahúsið, tekur omeprazol og fer svo bara heim og tekur Nexium í sitt áfram án þess að vita að þetta sé lyfi svipað lyfjaflokki. Og það alveg, ef maður setur það í milliverkunarforrit, það bara blikkar á manni rauðu, Þannig að þetta alveg stórhættulegt. Og meðferðin ekki við takti við ástand, margir sem eru að líknandi meðferð, en það taka fyrirbyggjandi lyf og svoleiðis sem eru algjörlega óþörf. Og það ekki það þarf alltaf að minnka töflurnar, það meðferð sem á við, maður þarf að halda áfram. Svona rannsóknir, venjulega þegar fólk kemur til okkar endurhæfingardeildina og búin að taka venjulega blóðprófur og við sjáum það niðurstöður, stundum þurfum við að bæta próteinrádra, PSA, ProBNP, stundum til þess að meta, eða svona kannski sjá meta hjartabilun betur og við mælum gjarnan, gerum lyfjamælingar til þess að finnst þetta lyfja. Og svo ég byrja venjulega á venjulega lungnamynd og ómskoðun af kvið og ég fæ alltaf svar frá röntgenlæknum. 12-vísni mynd miklu betra til þess að meta þessi ábendingu. Og ég ekki alveg sammála, það þarf að gefa skuggaefni hættulegt fyrir nýra. Þegar ég að banda 12-vísni, sem sagt, myndrannsóka kverhóli, ég ekki að leita af svona pingu ponsu eitthvað svona einhverstaðar. Í rauninni ef það eitthvað þar sem að valda þyngdartapi, það venjulega krabbamein sem komum til lifur eða nýru og svona. Þannig ég að leita svona stórum breytingum, þess vegna læt mér nægja það. En ef það stekur grunnur og krabbamein, það tek ég sjálfsög 12-vísni myndina og við gerum oft magaspeklanir, kynkingamynd, leitum að blóði í hægðum, en ristilspeglun við sendum fólk venjulega ekki, því það líka litteratúr segir það sem með, það getur verið með krabbamein í ristli, en það veldur ekki þyngdartapi fyrir en það komið nóg líffæri.
Þannig að við gerum það ef að þessi við erum að leita sérstaklega eftir ristilkrabbamein. Glútenafól ógreind finnst hjá öldruðum líka og brísbílun, sem sagt svona málefsórsum tengt því að gerum það. Svona í lokin ég ætla að sýna ykkur svona skemmtileg mynd frá UpToDate. Við erum búin að taka saman bæði orsakir og meðferðarplan með tilliti til þyngdartaps í svona minisort sem Meals on Wheels. Sjáum við það? En meals, sem sagt M stendur fyrir lyf, þunglyndi, alkoholism, og svo geðsjúkdómar, tengingavandamál, tannvandamál, sýkingar, heilabilun og vandamál tengt því. Og svo þessi efnaskiptabreyting eins og skjaldkirtis, kalsíum og nýrnaeitrasjúkdómar, magavandamál, mataræði, byrja að flækjast fyrir og félagslega þættir. Það til prófuð í Bandaríkjunum lyfjameðferð gegn þyngdartapi, en það bara eitt orð og þetta virkar voðalega lítið í svona valdahópa og orkaverkanir mjög mikilvægt, þannig við erum ekki að tala það. Í lokin vil ég segja að þegar við í öldrum fáum svona einstakling til okkar, við sjáum ekki fyrir okkar að við getum, fókusera bara á næringuna. Þannig við erum að setja flesta okkar einstaklinga í heilbrigðan öldrunarmat og meðferð, sem svona kerfisbundið þverfagleg margþætt nálgun til þess að greina hæfni og takmarkaðra aldra einstaklinga. Og við erum að meta líkamlega færni, vitræna getu, félagslega færni, klínísk viðfangsefni, með það markmiði að hafa mjög gott heildræn greiningu og við leggjum mjög mikla áherslu á upplýsingar frá aðstandandum. Við erum með svona staðla aðstandandi samtalsblað og þar meðal annars kemur spurning, hefur viðkomandi verið að grennast, hvernig næringin heima og hvað það sem mætti betur fara þegar viðkomandi útskrifist heim. Og þetta okkar sem sagt listi sem í 15 lífum og þar meðal næringa ástand. Þannig að það enginn gegnum okkar feltur nema búin að tekka á öllu þessu og fara með tölur næringu. Þannig að ég vonandi sannfæringu að vannæring og þyngdartap eru alvarleg mál og þau tengist slæmum útkomum og vannæring og þyngdartap eru aðeins flóknari fyrirbæri heldur en sem við leysum ekki með þeim næringadrykkjum og við þurfum að leita að þeim ástæðum sem eru að valda þyngdartapi og þeir hrúmustu þurfa heildrænt öldrunarmat og svona þverfaglega óþjónustu. Það vil ég þakka fyrir. Ég læna að góða yfir þessu. Það sem ég var að finna við sjáum oft þetta fólk í bráða lyflæknisstefnu. Við erum með öllafjörð og 25-30 daga völ. Hvaða ráðning gefur okkur sem erum að fást við þetta í bráðum fasa. Þannig að við oft kaupum okkur fyrir tíma, við skellum að sérfyrmyndin og við keppum á blóðpröfum og svo sendum við tvo næringadrykki hér. Já, en aftur það við þyngdartap og rafleggjandi var, ég sé engin mun að því, ef fólk kemur til okkar og við einhvern veginn fyrst að taka eftir að fólk hefur grennst eða bráðasjúkrahús að taka eftir að viðkomandi hefur verið að grennast. Þetta bara alvarlegur sjúkdómur sem ekki hægt að einkenni sem ekki hægt að sleppa. Ég meina þannig að það þurfa ekki allir að vera inniliggjandi. Ef fólk
utan bráðafasa, bara endilega annarkvort, þú veist, þið eru með góð tengsl við heimilislækna og svo lausar það ekki og svo lyflækna, poliklíník og þess háttar. Þannig það alveg hægt að vinna þetta ambulant. Hafið þið einhvern farveg fyrir þetta? Sko, það nú kannski þori ekki að tala fyrir alla deildir. Það hrúmastu aldraðir sem lenda á sjúkrahúsi, þau koma oft í endurhæfingardeildir og það tækifæri sem sagt til þess að fara í gegnum þetta. Að einhver hafa komið að bráðadeild með þyngdartapi og hefur ekki fengið viðeigandi rannsóknarvinnslu og meðferð, ég hugsa að það sé mörg tilfelli svoleiðis, þannig ég ekki með neitt svona svar. En jafnvel líka, sko, þetta svolítið, ég meina medicínar hafa þetta alveg í sig, þau bara, wow, þyngdartap, núna, þú veist, þetta ekki bara slappleiki, þú veist, það þyngdartap, nú getum við rannsaka þetta. Já. Já. Og svo kemur þessi fallega eftir sem ég finnst að það gaf. Já. Einmitt. En þú veist, ef viðkomandi með þyngdartap, gleymir ekki að borða, það sést ekki setja og sést ekki blóðprófum og leysast ekki með næringadrykkjum. Hér þurfa að vera svona meira komprehensív. Það eru hvað segir þið? Svona praktískt leist. Við bara ekki annað meira á hundist. Þannig að það svolítið sér sem þeir sem fara á fyrstins fara út í gegnum Já, fyrstins. Það er spáðið ambulant. Þeir sem að koma þangað, það má starta gegnum í okkur. Það mikil bara vísa þá sem það senda fyrst einu á einhverju dagi. Það ekki næg ástæð? Við höfum ekki getað sinnt í andalega Nei, þannig staðan. Meiri ástæða til að senda En það hægt samt að gera það innanlíkandi, sko. Ég get það að svo erum alltaf að því. Þannig þið skilir hvað við það dílarna sem ég að tala og hins vegar þetta heimtræna allsera það sem ég ekki halda margir vissa að vegna þess að það búa ljúka því að þeir ekki vikna það einhver þetta og svo bara ekki neitt ekki fólki tómar í það. En við förum að vinna saman til þess að finna lausnir. Það verður ekki fjölgun öldrunarlækna, hann verður ekki með sama hætti eins og fjölgun aldraða. Þannig að það þurfa aðrir sem sagt, kollegar okkur taka upp þessi vinnuhætti og byrja svolítið að hugsa meira heildrænt í samvinnu með heilsugæslu og líka og öldrunarlækna kannski sem ráðgjafandi. Þetta er áskorun fyrir marga þætti í heilsugæslu, eins og segir heilsugæslan líka geðdeildar hliðar sem þau tekur þunglyndi aldraða. Nákvæmlega. En það sem við erum að tala núna, þetta ég kannski get ekki gefið neitt einfaldra, en þetta svolítið sýnir hvernig okkar heilbrigðiskerfi byggt upp, bara yfir höfuð, að það hentar ekki fjölveikum hrumum aldraðum. Þetta málið, sko. Þetta sem þú segir, ég skil það, við erum búin að gera þetta medicínska og og svo vitum við ekki hvað að gera og sjúklingur ekki að batna og hvað það að gera. Þetta antalega, við förum ekki að sætta sig við það, við höfum bara skoðað eitt hluta kökunni. Þetta fólk þarf að sem sagt sjá helstætti, sjúklingur verður að vera í miðjunni að þessu. Þannig fyrir sjúklinginn sem að grennast skiptir ekki máli hvort hann að grennast út af læknisfræðilegum orsökum, líkamlega vangetu, vitræna vangetu eða félagslegum faktum. Hann að grennast og í áhættu. Þannig að við þurfum að koma og leysa þetta og finna sína leiðir til þess að gera þetta. Ég stundum lenda í því að sitja undir með þessa sjúklinga. Þú hefur sendað eitthvað Já. En þú veist,
loka orð í þessu. Fyrst mikilvægast vera vakandi fyrir þessu, sjá að þetta sé vandamál og ekki vera einmitt, sem sagt, ekki sætta sig, sagt bara ok, við erum búin að gera læknisfræðilega útfinnslu glæsilegt. Heimilislæknir tekur við, ráður ekki við það, sendir bein til öldrunarlæknis, svo framvegis. Þannig það þarf að bara hætta ekki fyrir en maður er búin að finna og leysa þetta.